komið þið sæl. Það hefur verið svona suðvestlæg átt á landinu í dag að megninu til. Vindur verið nú svona til þess að gera hægur en það hafa dottið inn stöku él hér inn á vestanvert landið og útlit fyrir að það gerir það einnig á morgun því að lægðin hér vestur af landi að hún fikrar sig til norðaustur til morguns eins og við sjáum hér og áfram verðum við í suðvestlægri átt á morgun og hún verður til þess að gera þó nokkuð stífari og lofthitinn lægri og það mun gera það að verkum að svona þau él hjá okkur í dag sem voru nokkuð slitukennd eru líklegir til þess að verða svona snjókenndari á morgun. Þó það getur nú verið svona munur á því eftir svæðum landsins. En kalt í þessu hjá okkur á morgun og mun síðan hlýna helgina þegar hæð byggja sig upp hér eða fikra sig hér norður Atlantshafið verður til þess að gera hár loftþrýstingur yfir landinu þá helgina. Sjáum það betur eftir. En hvað var það suðvesturhornið á morgun þá verður suðvestanátt og hún verður nú svona víða þetta 8 til 10 metrar á sekúndu getur svona farið í heldur hærri tölu þegar élin koma inn. Það verða bjartir kaflar inn á milli í þessu og daghitinn verður sjálfsagt þetta á láglendi 2 til 3 gráður en getur síðan dottið niður þessu á milli og væntanlega munu verða næturfrost þá annað kvöld og aðra nótt. Og á norðvesturhorninu þá staðan nú svona til þess að gera svipu, það allan að má vænta þess að það geri él nokkuð víða þá sérstaklega við Breiðafjörð og Vestfjörð. Þetta getur einnig teygt sig inn á Norðurland vestra að einhverju leyti eins og spáin hér gerir ráð fyrir en svipa veður að öðru leyti svona hiti eða kannski sennilega aðeins undir frostmarki og vindur svona eitthvað í kringum 10 metra á sekúndu. Það var öllu bjartar síðan yfir á norðausturhorninu eins og þetta kort ber með sér. Það geta vissulega dottið inn él á Eyjafjörðin og svona vestanvert þetta svæði en líkur að minnka þegar austan dregur og svona lengst af dagsins verður bjart veður í þessu landsfjórðungi og við sjáum að hitatölurinn svona almennt að raða sér í kringum núllið. En á Suðausturlandi þá verður nokkuð ákveðin þessi vestlæga átt verður bjart veður að mestu leyti og við gætum verið að sjá þetta 4 til 5 stiga hita svona eða jafnvel upp í 6 gráður og verður væntanlega hlýjast í þessum landsfjórðungi þá á morgun hvað varðar hámarkshita. En í framhaldinu ef við lítum á þróunni síðan næstu daga þá einmitt byggir sig upp háþrýstisvæði hér suður af landi, loftþrýstingur fyrir hækkandi á föstudeginum verður komin nærri 1030 milliburum þegar líður á föstudag. Af þeim sökum bjart veður svona víðast hvar á landinu geta dottið inn stöku él á norðausturhorninu eitthvað fram eftir degi og hitinn svona að deginum í kringu frostmarki en verður væntanlega og tiltölulega kalt að nóttu þar að verður orðið enn lygnara en hér sýnt. En hæðin hún pressar hér upp að landi og það verður svona stíf suðvestlæg átt á laugardaginn og hitatölur orðnar svona víðast hvar þetta 3, 4, 5 stig hér vestanlands og getur einhverjar úrkomu gætt í þessu súldar vottur eða lítilsháttar rigning en bjart veður að mestu leyti austanvert landið og á sunnudaginn þá sjáum við þetta svona á svipaða leið áfram bjart veður austanvert landið hiti og komin vel yfir núllið í öllum landshlutum en áfram mun geta einhverjar úrkomu hér vestan til og sennilega verður nú svona skýjað mestu þar. En hvað var það morgundaginn þá mun geta élja vestanvert landið öllu bjartar yfir þegar austar dregur og strekkings suðvestan átt í þessu og við ljúkum þessu þá með þeim orðum verið þið sæl.